Já, nú höldum við áfram með skápinn, grunnskápinn, en áður við höldum lengra, það sem við þurfum að gera hérna, tók eftir að gera smá vitleysu, að hann á ekki verið 598 dýptin, heldur á dýptin vera 580, þannig við breytum því. Förum síðan hérna í View aftur, Tile-skipunina og ýtum á lyklaborðinu Seta og síðan Enter. Og hérna förum við hérna í Elevation, þá geta stækka gluggan hérna. Og það sem við ætlum að gera núna, að við ætlum að setja hérna línur. Förum hérna í skipunar glugganum, förum hérna í Create og það sem við förum í núna heitir Reference Line. Og förum hérna í Rectangle skipunina, kassan. Og það sem við gerum, að við veljum það sem þessar línur krossa, förum hérna, veljum línur hérna og förum alveg niður. Og alveg niður hér í. Nei, byrjuð í sökkulinn hérna. Og það sem við þurfum að gera núna, það koma hérna upp 4 lásar og við læsum. Við viljum að þessar línur læsist í referensplan línurnar. Og svo ýtum við hérna bara á Modify eða Escape. Og það sem við gerum, við tekum þessar hérna línur sikkur megin og drögum þær alveg niður í gólf. Það sem stendur reference level. Drögum þær alveg niður þessar hérna. Og síðan förum við aftur í Create og förum aftur hérna, á geta zooma þess hérna frá, í Reference Line og það kemur hérna Offset og við skrifum -18 og þessi -18 er þykktin á plötunum og förum hérna aftur í Rectangle, förum hér í línunni hérna og þá sjáum við það að hún offsetast og förum hér aftur í hérna og svo gerum við sama með eins og hérna línurnar, við læsum öllum lásunum og eins og við sjáum þá eru þeir læstir þannig að við þurfum ekkert að pæla neitt í því. Svo annarkvort Escape eða Modify og tökum þessa hérna línu og við drögum hana hér niður og þar sem við gerum sama hér, drögum hana hér niður og þessi hér og fara hér í endan, svona. Þá erum við komin hérna með hliðarstykkin og hér. Og það sem við þurfum núna, þá þurfum við að teikna skápahliðarnar. Þá förum við hérna í Create, í hér sem heitir Extrusion. Og förum hérna, maður sjá. Þannig við förum hérna í Workplan sem heitir Set og viljum stilla hérna referensplan á bakk og það er þar. Þá ýtum við bara OK. Og svo athugum hvort allar stillingar og skilgreiningar eru hérna. Og þá förum við hérna, þar sem stendur hérna Material. Ýtum á hann. Nei, ég hef ekki vitað það. Ýtum það sem er hérna. Kemur hér. Getur tekið tíma. Veljum hérna á Default. Og við duplicatum.
og við skulum skýra þetta spónalögð plata. Og svo förum við hérna í gluggan hérna. Förum við það sem stendur appearance. Förum hér í út. Og svo veljum við hérna sem heitir Wood Ash, eða Astor hérna. Svo kemur hérna stika, hérna pílur og veljum þær. Þá vera komið og exuðu þetta út. Og þá þetta litur sem plöturinn eru. Veljum apply. Og svo OK. Svo förum við hér í það sem stendur extrusion end. Og þá það sem platan á enda og þar stillum við á 580 sem sama eins og dýptin þarna. Og extrusion start 0. Svo förum við hér í rectangle skipuruna. Förum hérna efst hér. Og förum alveg hér niður. Alveg niður á gólfið sem maður segir. Og við læsum þetta því að þetta þarf að fylgja referensplanlínunum. Þegar við viljum breyta sér breytinni. Ok, þá það komið. Þá ítum við hérna Finish Edit Mode. Og svo förum við hérna í View. Og veljum aftur Tile. Já, það sem ég sé hérna, það sem ég glemdi, þið sjáu hérna. Sjá hvar hann kemur, hann fer vitlausum megin. Það sem á að standa hérna er mínus 580. Svona. Þá sjáuð hann fer þá á réttan stað. Þannig núna er hann réttur á, því hann á að vera þeim megin sem stendur placement site. Svo hefur þrívítina, kannski stilluð því fyrir þrívítin í Real Elastic. Þá kemur þetta svona rauðlega. Þetta er akkurat það sem við viljum hafa þetta. Nú kemur þetta alveg rétt inn. Og svo gerum við sama, förum aftur hérna Elevation Placement Site. Og gerum nákvæmlega sama hinum megin. Förum hérna í Create, Extrusion. Og munum það á að vera mínus 580. Förum inn í Material. Og þá að vera spónalögð plata. Ítum á það. Förum hérna aftur í rectangle, förum hérna í efra horni hérna og förum alveg niður. Og svo er það sama, við læsum öllum lásum. Það er mjög mikilvægt að læsa öllum lásum. Og hérna svona. Og svo ítum við hérna á check, græna takkan hérna uppi. Þá er það komið. Skulum bara vera vissum að þetta sjálf ekki örugglega rétt. Gerum sama view, tile. Jú, það sjáum við hérna, þetta er alveg. En mér sýnist það samt að svona sjá. Jú, þetta er á þessu. Appearance. Sjá, fyrir minna, þetta á að vera í Astor. Wood. Svona. Ok, það er, já, apply. Ok, svona. Stundum þurfum að tjekka hvort það sé ekki alveg örugglega rétt. Ok. Svo bara förum við aftur hérna Elevation Placement Site. Og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að gera hérna plötuna hérna fyrir ofan.
og þá gerum við nákvæmlega sama. Förum hérna í Create, Extrusion, það er -580 og núlskipun og spónalega plata og förum hérna í Rectangle, förum hér í efri línuna og endur síðan hinum megin í neðri línunni og læsa. Ef þið gleymið ykkur lás þá er hægt á því að skápurinn getur farið þegar þið stækkið hann. Hann kemur ekki rétt út og þá þarf maður alltaf að finna þann stað sem lásin var. Hérna er ég að tékka bara á hérna í þrívíddarni. Fer hérna í Realistic, sjá. Þá sjáu það að hliðarnar þær koma hérna fyrir ofan og svo kemur hérna lokið uppi, eins og maður kallar þetta, smá svona lok. Þá fer ég hérna í View, Tile og set á Enter og ég ætla að halda áfram með botnplötuna hérna og það er bara það sama, það er Create, Extrusion, það er -580 og það er alltaf, þetta er stillt hérna á, ef við förum hérna upp í Set, þá er þetta stillt á back, þannig að svo förum við hérna í Rectangle skipunina og gerum það sama, förum í efri brúnina á línunni og svo neðri brúnina hinum megin og svo læsum við og svona og ýtum síðan á check þegar við erum búin. Nú fer ég hérna í þrívíddina og það sjáum við, þá eru svona komið með svona grunninn á þessum skáp. Og mjög gott að ýta alltaf reglulega á Save. En þess vegna skulum gera eitt hérna með botnstykkið. Af því þá eftir að koma hérna bak, þá ýtum við hérna botnstykkið, förum hérna þess að stendur -580 og ýtum síðan hérna sem stendur Extrusion End og við viljum að hann færi 14 mm frá. Og þannig við skrifum hérna 14 og Enter og þá er hann, ef við förum hér í, tökum hérna Right, förum hérna í stíkunar Project Browserinn og Right. Þá sjáum við það að hann er hér 14 mm, ef ég tek hérna mælistíkuna hérna og þá á hann að vera 14 mm frá, eins og við sjáum hér. Svo bara ýtum við hér á Save, svo höldum við áfram í næsta myndbandi. Já, nú höldum við áfram með skápinn, grunnskápinn, en áður við höldum lengra, það sem við þurfum að gera hérna, tók eftir að gera smá vitleysu, að hann á ekki verið 598 dýptin, heldur á dýptin vera 580. Þannig við breytum því. Förum síðan hérna í View aftur, Tile skipunina og ýtum á lyklaborðinu Seta og síðan Enter. Og hérna förum við hérna í Elevation, þá geta stækka gluggan hérna. Og það sem við ætlum að gera núna, að við ætlum að setja hérna línur. Förum hérna skipuninni í skipunar glugganum, förum hérna í Create og það sem við förum í núna heitir Reference Line. Og förum hérna í Rectangle skipunina, kassan. Og það sem við gerum, að við veljum þar sem þessar línur krossa, förum hérna, veljum línur hérna og förum alveg niður og alveg niður hér
hér í í sökkulinn hérna. Og það sem við þurfum að gera núna, það komið hérna upp 4 lásar og við læsum. Við viljum að þessar línur læsist í referensplan línurnar. Og svo ýtum við hérna bara á Modify eða Escape. Og það sem við gerum, við tekum þessar hérna línur sikkurum megin og drögum þær alveg niður í gólf. Það sem stendur reference level. Drögum þær alveg niður þessar hérna. Og síðan förum við aftur í Create og förum aftur hérna, þá geta zooma aðeins hérna frá, í Reference Line og það kemur hérna Offset og við skrifum -18 og það þessi -18 er þykktin á plötunum og förum hérna aftur í Rectangle, förum hér í línunni hérna og þá sjáum við það að hún offsetast og förum hér aftur í hérna og svo gerum við sama með eins og hérna línurnar, við læsum öllum lásunum og eins og við sjáum þá eru þeir læstir þannig við þurfum ekkert að pæla neitt í því. Svo annarkvort Escape eða Modify og tökum þessa hérna línu og við drögum hana hér niður og það sem við gerum sama hér, drögum hana hér niður og þessi hér og fara hér í endan, svona. Þá erum við komin hérna með hliðarstykkin og hér. Og það sem við þurfum núna, þá þurfum við að teikna skápahliðarnar. Þá förum við hérna í Create, í hér sem heitir Extrusion. Og förum hérna, maður sjá. Þannig við förum hérna í Workplan sem heitir Set og viljum stilla hérna referensplan á bakk og það er þar. Þá ýtum við bara OK. Og svo athugum hvort allar stillingar og skilgreiningar eru hérna. Og þá förum við hérna, þar sem stendur hérna Material. Ýtum á hann. Nei, ég er ekki vitlaus það. Ýtum það sem er hérna. Kemur hér. Getur tekið tíma. Veljum hérna á Default. Og við duplicatum. Og við skulum skýra þetta. Spóna. Spónalögð plata og svo förum við hérna í gluggan hérna förum við það sem stendur Appearance förum hér í út og svo veljum við hérna sem heitir Wood Ash eða Ash Store hérna og kemur hérna stika hérna pílur og veljum þær þá er það komið og exuðu þetta út og þá er þetta litur sem hluturinn eru veljum Apply og svo OK svo förum við hér í það sem stendur Extrusion End og þá er það sem platan á enda og þar stillum við á 580 sem er sama eins og dýptin þarna
og extrusion start er 0. Svo förum við hér í rectangle skipuruna. Förum hérna efst hér og förum alveg hér niður. Alveg niður á gólfið sem maður segir. Og við læsum þetta því að þetta þarf að fylgja referensplanlínunum. Þegar við viljum breyta breytinni. Ok, þá er það komið. Þá ítum við hérna Finish Edit Mode. Og svo förum við hérna í View. Og veljum aftur Tile. Já, það sem ég sé hérna, það sem ég glemdi, þið sjáið hérna. Sjá hvar hann kemur, hann fer vitlausum megin. Það sem á að standa hérna er mínus 580. Svona. Þá sjáið hann fer þá á réttan stað. Þannig núna er hann réttur á, því hann á að vera þeim megin sem stendur placement site. Svo er þrívítina, kannski stilluð því fyrir þrívítin í Real Elastic. Þá kemur þetta svona rauðlega. Þetta er akkurat það sem við viljum hafa þetta. Nú kemur þetta alveg rétt inn. Og svo gerum við sama, förum aftur hérna Elevation Placement Site. Og gerum nákvæmlega sama hinum megin. Förum hérna í Create, Extrusion. Og munum það á að vera mínus 580. Förum inn í Material. Og þá að vera spónalögplata. Lítum á það. Förum hérna aftur í rectangle, förum hérna í efra horni hérna og förum alveg niður. Og svo er það sama, við læsum öllum lásum. Það er mjög mikilvægt að læsa öllum lásum. Og hérna svona. Og svo ítum við hérna á check, græna takkan hérna uppi. Þá er það komið. Skulum bara vera viss að þetta sjálf ekki örugglega rétt. Gerum sama View, Tile. Jú, það sjáum við hérna, þetta er alveg. En mér sýnist það samt að svona sjá. Jú, þetta er á þessu. Appearance. Sjá, fyrir minna, þetta á að vera í Astor. Út. Svona. Ok, já, apply. Ok, svona. Stundum þurfum að tjekka hvort það sé ekki alveg örugglega rétt. Ok. Svo bara förum við aftur hérna Elevation Placement Site. Og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að gera hérna plötuna hérna fyrir ofan. Og þá gerum við nákvæmlega sama. Förum hérna í Create, Extrusion. Það er mínus 580 og núlskipin. Og spónalega plata. Förum hérna í rectangle. Förum hér í efri línuna. Og endur síðan hinum megin í neðri línunni og læsa. Ef þið gleymið ykkur lás, þá er hætt á því að skápurinn getur farið þegar þið stækkja hann. Hann kemur ekki rétt út og þá þarf maður fullt að finna þann stað sem lásin var. Hérna er ég að tjekka bara á hérna í þrívítinni. Fer hérna í Real Elastic. Sjá, þá sjáu það er hliðarna, þær koma hérna fyrir ofan og svo kemur hérna lokið uppi, eins og maður stundum kallar þetta, og smá svona lok. Þá fer ég hérna í View, Tile og set á Enter og ég ætla að halda áfram með botplötuna hérna.
og það er bara það sama, það er create, extrusion, það er mínus 580 og það er alltaf, þetta er stillt hérna á, ef við förum hérna upp í set þá er þetta stillt á back, þannig að svo förum við hérna í rectangle skipunina og gerum það sama, förum í efri brúnina á línunni og svo neðri brúnina hinum megin og svo læsum við og svona og ítum síðan á check þegar við erum búin. Nú fer ég hérna í þrívíddina og það sjáum við, þá eru svona komið með svona grunninn á þessum skáp. Og mjög gott að íta alltaf reglulega á save. En þess vegna skulum gera eitt hérna með botnstykkið. Af því þá eftir að koma hérna bak, þá ítum við hérna botnstykkið. Förum hérna á þessi stendur mínus 580 og ítum síðan hérna sem stendur extrusion end og við viljum að hann færi 14 mm frá. Og þannig við skrifum hérna 14 og enter og þá er hann, ef við förum hér í, tökum hérna right, förum hérna í stíkunar Project browserinn og right, þá sjáum við það að hann er hér 14 mm, ef við tekjum hérna mælistíkuna hérna, þá á hann að vera 14 mm frá, eins og við sjáum hér. Svo bara ítum við hér á save, svo höldum við áfram í næsta myndbandi. Já, nú höldum við áfram með skápinn, grunnskápinn, en áður við höldum lengra, það sem við þurfum að gera hérna, tók eftir að gera smá vitleysu, að hann á ekki verið 598 dýptin, heldur á dýptin vera 580, þannig við breytum því. Förum síðan hérna í view aftur, tile skipunina og ítum á lyklaborðinu seta og síðan enter. Og hérna förum við hérna í elevation, þá geta stækka gluggan hérna og það sem við ætlum að gera núna, að við ætlum að setja hérna línur, förum hérna skipuninni í skipunar glugganum, förum hérna í create og það sem við förum í núna heitir reference line og förum hérna í rectangle skipunina, kassan. Og það sem við gerum, að við veljum þar sem þessar línur krossa, förum hérna, veljum línur hérna og förum alveg niður. Og alveg niður hér í. Nei, fyrirgefðu, í sökkulinn hérna. Og það sem við þurfum að gera núna, það koma hérna upp 4 lásar. Og við læsum, við viljum að þessar línur læsist í reference plan línurnar. Og svo ítum við hérna bara á modify eða escape og það sem við gerum, við tekum þessar hérna línur sikkurum megin og drögum þær alveg niður í golf. Það sem stendur reference level. Drögum þær alveg niður þessar hérna. Og síðan förum við aftur í create og förum aftur hérna, þá geta zooma þess hérna frá í reference line og það kemur hérna offset og við skrifum mínus 18 og það er, þessi mínus 18 er þykktin
á plötunum og förum hérna aftur í rectangle, förum hér í línunni hérna og þá sjáum við það að hún offsetast og förum hér aftur í hérna og svo gerum við sama með eins og hérna línunar, við læsum öllum lásunum og eins og við sjáum þá eru þeir læstir, þannig að við þurfum ekkert að pæla neitt í því. Svo annarkvort escape eða modify og tökum þessa hérna línu og við drögum hana hér niður og þar sem við gerum sama hér, drögum hana hér niður og þessi hér og fara hér í endan, svona. Þá erum við komin hérna með hliðarstykkin og hér. Og það sem við þurfum núna, þá þurfum við að teikna skápahliðarnar. Þá förum við hérna í Create, í hér sem heitir Extrusion. Og förum hérna, maður sjá. Þannig við förum hérna í workplan sem heitir Set og viljum stilla hérna referenceplan á back og það er þar. Þá ýtum við bara OK. Og svo athugum hvort allar stillingar og skilgreiningar eru hérna. Og þá förum við hérna, þar sem stendur hérna Material. Ítum á hann. Nei, ég hef ekki vitlaus það. Ítum það sem er hérna. Kemur hér. Getur tekið tíma. Veljum hérna á Default. Og við duplicatum. Og við skulum skýra þetta. Spónalögð plata. Og svo förum við hérna í gluggan hérna. Förum við það sem stendur Appearance. Förum hér í út. Og svo veljum við hérna sem heitir Wood Ash eða Astor hérna. Svo kemur hérna stika, hérna pílur og veljum þær. Þá er það komið, þá exuða þetta út og þá er þetta litur sem plöturinn eru. Veljum Apply og svo OK. Svo förum við hér í það sem stendur Extrusion End. Og þá er það sem platan á enda og þar stillum við á 580 sem er sama eins og dýftin þarna og Extrusion Start er 0. Svo förum við hér í Rectangle skipuruna. Förum hérna efst hér og förum alveg hér niður. Alveg niður á gólfið sem maður segir. Og við læsum þetta því að þetta þarf að fylgja referenceplanlínunum þegar við viljum breyta sér breytinni. Ok, þá er það komið. Þá ýtum við hérna Finish Edit Mode og svo förum við hérna í View og veljum aftur Tile. Já, það sem ég sé hérna, það sem ég glemdi, þið sjáu hérna, sjá hvar hann kemur, hann fer vitlausum megin. Það sem á að standa hérna er mínus 580. Svona. Þá sjáu þið, hann fer þá á réttan stað.
Þannig núna er hann réttur á því hann á að vera þeim megin sem stendur placement site. Svo er þrívítina, kannski stilluð því fyrir þrívítin í real elastic. Þá kemur þetta svona rauðlega. Þetta er akkurat það sem við viljum hafa þetta. Nú kemur þetta alveg rétt inn. Og svo gerum við sama, förum aftur hérna elevation placement site. Og gerum nákvæmlega sama hinum megin. Förum hérna í create, extrusion og munum það á að vera mínus 580. Förum inn í material og það á að vera spónalögplata. Ítum á það. Förum hérna aftur í rectangle, förum hérna í efra horni hérna og förum alveg niður. Og svo er það sama, við læsum öllum lásum. Það er mjög mikilvægt að læsa öllum lásum. Og hérna svona, og svo ýtum við hérna á check, græna takkan hérna uppi. Þá er það komið. Skulum bara vera viss að þetta sjálf ekki örugglega rétt. Gera sama view tile. Jú, það sjáum við hérna, þetta er alveg. En mér sýnist það samt að svona sjá. Jú, þetta er á þessu. Appearance. Og sjá, fyrir minna, þetta á að vera í Astor. Út. Svona. Ok, það er, já, apply. Ok, svona. Stundum þurfum að tjekka hvort það sé ekki alveg örugglega rétt. Ok, svo bara förum við aftur hérna elevation placement site. Og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að gera hérna plötuna hérna fyrir ofan. Og þá gerum við nákvæmlega sama, förum hérna í create, extrusion, það er mínus 580 og núlskipun og spónalega plata og förum hérna í rectangle, förum hér í efri línuna og endur síðan hinum megin í neðri línunni og læsa. Ef þið gleymið ykkur lás, þá er hægt á því að skápurinn getur farið þegar þið stækkja hann. Hann kemur ekki rétt út og þá þarf maður alltaf að finna þann stað sem lásin var. Hérna er ég að tjekka bara á hérna í þrívítinni. Fyrir hérna í realistic, sjá. Þá sjáu það að hliðarnar þær koma hérna fyrir ofan og svo kemur hérna lokið uppi, eins og maður kallar þetta, smá svona lok. Þá fer ég hérna í view, tile og setja og enter og ég ætla að halda áfram með botplötuna hérna og það er bara það sama, það er create, extrusion, það er mínus 580 og það er alltaf, þetta er stillt hérna á, ef við förum hérna upp í set, þá er þetta stillt á back, þannig að svo förum við hérna í rectangle skipunina og gerum það sama, förum í efri brúnina á línunni og svo neðri brúnina hinum megin og svo læsum við og svona og ýtum síðan á check þegar við erum búin. Nú fer ég hérna í þrívítina og það sjáum við, þá eru svona komið með svona grunninn á þessum skáp. Og mjög gott að ýta alltaf reglulega á save. En þess vegna skulum gera eitt hérna með botstykkið.
að því þá eftir að koma hérna bak þá ýtum við hérna botnstykkið, förum hérna þessi stendur mínus 580 og ýtum síðan hérna sem stendur extrusion end og við viljum að hann færi 14 mm frá. Og þannig við skrifum hérna 14 og enter og þá hann, ef við förum hér í, tökum hérna right, förum hérna í stíkanum project browserinn og right, þá sjáum við það að hann hér 14 mm, ef við tekjum hérna mælistíkuna hérna, og þá hann að vera 14 mm frá, eins og við sjáum hér. Svo bara ýtum við hér á save, svo höldum við áfram í næsta myndbandi.